muna hvað þú átt að lesa og læra. Það er ekki bara að heyra vel. Nei, ég veit. Það maður þarf að muna þetta saman. Já. Og það náttúrulega ákveðin tækni sem hægt að læra til þess að muna betur. Margir sem kvart yfir því að þeir byrja að lesa og svo þeir bara farnir. Hugsa eitthvað allt annað en það sem þeir að lesa. Já. Getur líka sett eitthvað í skammtíma minni. Ég man þetta bara með að ég þarf að muna þetta núna fyrir prófið. Svo þarf ég ekki að muna þetta lengur. Nei, ég veit. Kolbeinn Sigurjónsson á betranám.is. Komdu sæll og góðan daginn. Góðan daginn, sælir. Þú ert með námskeið, það ekki, í gangi? Jú, það hefur verið lengi. Já, og hefur verið lengi. Og eru Íslendingar áhugasamur það að muna betur? Já, þeir eru það. Og þannig að þetta höfða til mjög breiðs aldurshóps líka. Þetta er alveg frá því að vera praktískt fyrir bara nemendur, raunverulega öllum skólastöðum og svo náttúrulega bara upp úr, og bara líka gaman að vita hvað mikið eldra fólki sem er duglegt að prófa, Akkurat. Og hefur kannski bara gott af því, það ekki, að halda heilanum við virkum? Jú, ég myndi segja þetta er bara frábær heila leikfimi. Þetta er bara mjög gott, þetta er mjög svona vinsamleg nálgun, þetta er ekkert neitt hjakk eða hark eða neitt svoleiðis. Og það er bara svo uppbyggandi fyrir marga því að finna það kannski að þeim gengur betur. Það kemur strax. Það þarf ekki að kenna svo mikið til þess að fáir eitthvað tilbaka. Það segir að þú hefur starfað sem lesblindur ráðgjafi frá 2004. Já. Og eru fleiri lesblindir en bara þá grunar? Oftast er það þannig. Það hefur reynda breyst mikið undanfarin ára. Það er greint miklu yngra og meira heldur en var. En rosalega margir kannast við þessi klassísku einkenni eins og þú lýsa á þannig eins og detta út og vera svona með eitt af sterkustu einkenni með bara 4 ímyndunarafl. Þannig að fólk sem er alltaf út allt og fær mikið hugmyndum er almennt svona sjónrænt í hugsun. Og þetta er oft fólk sem er svona listrænt og verklega sterkt og skapandi. Þetta er oftast kandidatarnir í lestrarhörleika. Þetta er svona típuna sem blómstra í verklegum greinum og halla sér oft eitthvað yfirnámi til dæmis. En eru bara almennt verklega sterkir. Og þannig að þetta eru svolítið karakterar líka, og þannig að þetta á ekkert endilega að vera flokka sem veikleiki. Þetta er bara típur sem eru bara einfallega betri í öðru heldur en einhverju sem er svona flatt og tvívilt eins og texti getur verið. Já, en þessi hugsun þín og þessi setning hjá þér núna, þetta sé ekki veikleiki og þetta sé bara öðruvísi fólk. Það er nú ekki svo mörg ár síðan að þetta datt inn í námið, eða þarf að segja bara inn í fræðin. Nei, raunverulega ekki. Þetta hefur verið talað, orðblinda og fólk hefur gengið gegnum það að vera tossar og setti tossabekki og allur þessi stimpil sem fylgir þessu. En miklu frekar þannig að það kannski súra er að ef við horfum tilbaka, það kannski þegar við vorum í skóla og þegja vil að ef við horfum á verklugreinar þá hefur voða lítið breyst. Þetta er ennþá smíði, handavinna, matreiðsla, þessar list og verk. Það hefur ekki mikið breyst í skólanum til þess að koma á móts við þennan hóp. Já. Það er það, en viðurkenningin, hún er alveg komin, myndi ég halda. Þetta er engin skömm. Á betranámi .is eða betranám.is má lesa ýmislegt þetta og hér er til dæmis rekst ég og eitt sem að, og það er spurt, einhverfi ofvitin Jósef lærði þetta á 2 mínútum, getur þú það? Sem sagt, hefur þú ofvita hæfileika? Hvað erum við að tala um það? Ertu að spyrja mig þá? Já. og þarna ertu að tala um þá sem að kannski hafa einhverja hæfileika sem getur verið þá kannski nánast nærri því að vera ofviti. Já, þetta er náttúrulega í þessu samvætti þá rækti þessu grein fyrir nokkrum árum og fann svona áhugaverð, Við veitum alveg það, þeir sem er á þessu rófi, þeir hafa opbóðslega, þeir geta skara fram úr á einhverju afmörkuðu sviði en verið svo kannski takmarkar og öðru. En við hinn sem erum svona meira á miðjunni, við erum svona meira svona þess og kruss og svona dreifðari rófi, og hæfileikanir breiðast meira út og veikleikanir líka. En tilfelli er að þetta er hægt. Og þessi grein var skrifið í samhengi við minnistækni upp á það hvað hún getur gert. Þetta er ekkert endilega praktískt að læra eitthvað svona talnarunu en það segir maður kannski það að sumir er til þess erfni að muna hluti eins og ártal eða símanúmer. Þannig að ef þú getur lært 10 stafatölu eða 15, hvað þá 30 eða 40 þá sýnir það bara þá er 4 stafatala ekkert mál og þá getur lært haug af ártölum. Það góða við minnistækni er að það getur sýnt fram á aðeins svona hluti með að kenna fólki ákveðið kerfi og
við kerfið að þú getur nýtt það aftur og aftur og aftur í öllum aðstæðum. Þú þarft ekki að læra eitthvað nýtt og nýtt og nýtt. Þú notar alltaf sömu skrúfuna. Það það sem snildin í því, sko. Og svo ég ætla að fyrir ekki, svo það þeir sem að sko muna andlit en aldrei nöfn. Það stór hópur og það sýnir okkur fram á annað að við eigum miklu auðvitað með að muna myndir heldur en staðrændir. Já. Er það almennt þannig? Það almennt þannig, ég heldur mig alveg fullir að það, já. Og við lendum í þessu aftur. Og þú manst gott að kaupa eitthvað í búðinni og þú manst hvernig þetta lítur út en þú manst ekki hvað þetta heitir. En þú veist hvernig dollan lítur út, þannig að þú veist hana. Og sjónminni náttúrulega, við fæðumst sjáandi, skiljið mig. Við þurfum ekki að læra að sjá, en við þurfum að læra allt annað. Þannig að það sýnir okkur fram á annað að langflestir sem hafa sterkt sjónminni eiga mjög auðvelt með að muna svona hluti, en að samaskap eiga þeir erfitt með að muna staðreyndir og það vill hann til í flestum texta að þá eru svörin sem við að læra staðreyndir. Hvenær gerist þetta og hvenær gerist hitt og hvenær fættist Jón Sigurðsson og hvað heit konan hans og hvað fættist hann og hvenær fengu við sjálfstæði og hvenær fengu við fullveldi og eitthvað svona. Þessar upplýsingar eru það sem ég kalla myndlausar. Það engin mynd á bak við ártal, eins og banani, hann myndræn. Það auðvelt að þekja banana frá appelsínu. En það erfiðar að muna 1947 frá 1936. Skiljið mig. Af því að sjónræni hluti heilans bregst ekki við. Þannig að minnistækni hjálpar sérstaklega þessum hópi sem á erfitt með að muna staðreyndir að gera það frekar auðveldlega því að minnistækni notar ímyndunaraflið. Þannig að flesti sem eru mjög góður í þessu og þá meina ég kannski þeir sem eru heimsmeistarar og svona kentingsleveli þetta eru dropout úr skóla. Þetta eru lesblindafólkið og fólki með athyglisbrestin og allt þetta, en það er að rúlla upp mótum. Akkurat, þannig að þú getur snúið vörðin, já, þetta er mjög áhuga. En má ég spyrja þig, sko, ég hef stundum reynt að segja við sjálf mig, sko, þú þarft ekki að muna það sem þú veist. Þannig hef ég reynt að hjálpa mér að muna eitthvað. Já, ok, og virkar það? Já, þú veist, við skulum segja bara eins og heimilisfang einhvers út í heimi, ég þarf að fara eitthvað að það er kannski, en nú ætla ég að segja bara, nú veit ég það að hann býr þarna. Þá finnst mér auðveldara að muna það. Algjörlega, já. En ég veit ekki hvort að þetta sé eitthvað sem hægt er að nota, ég veit það ekki. Ja, það virkar fyrir þig, frábært, skilur við. Og þannig svona minnistæni þá að maður þarf að finna eitthvað til sem virkar fyrir flesta. Og þetta er alveg, við þurfum ekki að vera kannski að leggja á minnið eitthvað sem við vitum fyrir, en eins og heilin að hann er rosalega góður í að fá hugmyndir, hann er mjög góður í að skjóta brakketum, en hann er hrikalegur í því að tína upp brekin. En hvað segir þau Gulla? Gulli ég finnst að Gulli, hann er ótrúður, hann man allan fjandan eins og mikið orðaða fyrir ekki orðbræðið, sem skiptir engu máli eins og hann segir sjálfur. Hann man sko texta úr bíómyndum og hver lék í bíómynd 1974 sko. Sko, annað element sem tengist svona, en nú er bara að tala almennt, það getur með hann, að sko, og það er grunnur af því margum sem eru lesfindi líka og eiga ströggluðu kannski framan af, ég sé ofta lesfinda getur verið bölvað bast í byrjun skóla, en þetta getur verið frábært að koma lengra. Hann er líklega bara mjög forvitinn og hefur áhuga á mörgu. Já. Og þannig að ratarinn hjá honum er eiginlega bara ansi stór. Þú veist. Maður sér það á höfuðlæginu? Nei, grín. Ég myndi giska það. Já. En áhugi er góður, hann hjálpa mann. Já, sjálfsög. En þú ert með, hérna, eins og ég segi, ég hljópi í gegnum þetta minnispróf sem þú ert með svona til þess að kynna manni út á hvað það gengur og það sem að maður í þessu stuttaprófi sem má finna inn á betranám.is þá ertu að einmitt nákvæmlega með andlit, þú ert með nöfn og þú ert með tölur og þú ert með liti og þetta er mjög áhugavert að fara í gegnum þetta, mjög stutt próf og ég skora á alla að fara bara að prófa. Setur fram hérna innkaupalista, gulrætur og eitthvað meira. Það ofta maður að fara út í búð, ég ætla að fara að kaupa þetta svo komin út í búður og mannst ekki neitt. Nei, þannig að sérðu að jafnveg þó þú veitir svörin, þá er erfitt að halda utan það. Og ef þú ert í námi, þá er þetta galli. Þannig að minnistækni hjálpa til dæmis þar út af því að þú getur lært þetta sem veist eins og þú segir áðan, en það er bara svo mikið að þú ert hrættur að koma sér frá þér. Minnistækni hjálpa þér að búa til svona system til þess að gleyma engu. Akkurat, en þarna sagðir eitt orð, þú sagðir hrættur. Og daginn heyrðum við það að sko, skammtíma minni væri svona eins og eggjapakki með 6 eggjum í og ef þú hefur áhyggjur þá áttu búin að setja 1 egg í bakkan og þá áttu búin að minnka plássið sem þú hefur til þess að muna hluti eða læra hluti.
Þetta var okkur sagt inn í þessu þætti en ég var búin að stenglima því. Þetta er góð pæling, því að náttúrulega ef það er eitthvað sem fer alveg með minni þá er það stress og streita og ótti og margir sem hafa lært mikið fyrir próf og fara svo að finna fyrir prófkvíða, það guðvar allt upp. Hvenær er næsta námskeið hjá þér? Ég er með þetta á netinu, þannig að það er þetta skrá sig sjálfsög hvernig sem er, þannig að það er ekki vandamálið. Þannig að þetta er svona vídeónámskeið sem er þannig og þetta er þannig að þú fær bara nýtt efni hverju viku, þetta er í 4 vikur, þannig að þú er nægan tíma til að æfa þig og prófa aftur og allt svoleiðis. Og þannig að það er ekkert mál að rúla í gegnum þetta bara á eigin forsendum og eigin hraða. Og ekkert svo langur tími hverjum degi? Alls ekki neitt. Þetta er bara haft í viku til að brjóta þetta upp og þannig að þú getur raunverulega gert þetta þegar þú vilt. Já, frábært. Kolbeinn Sigurjónsson, betranám.is, bara bestu þakkir í spjallið. Heyrðu, sömuleiðis. Takk fyrir með þetta. Takk. Í Bítið á bylgjunni. Alla virka daga frá 6:50 til 10. Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa. Apótekarinn sendir lyfin heim samdægurs á höfuðborgarsvæðinu og öðrum völdum stöðum. Þú fann nánari upplýsingar á apótekarinn.is. Apótekarinn, lægra verð. Helgin. Skemmtilegar helgar á bylgjunni. Það er ekki mikið meðsli í bílakastinu. Menn er ekkert að stinga sig á þessu. Nei, það er rétt voru að gera þetta ekki og það er svona hlýðurinn og reglum í því. Helgin. Með Braga Guðmunds á Laugardögum. Og í einhverjum sáttmála sem við verðum þá öll saman í, öll þjóð.